Jæja, komið heil og sæl, upptakan komin í gang og við ætlum að taka hérna fyrsta kaflan hérna í þessari bók hérna sem hérna heitir að vakna, að vera mættur í einn lífi og fyrsti kaflinn heitir spegill verunnar, að vera áður maður gerir og hérna ætlum við svolítið að skoða bara hvernig við erum, af hverju erum við að gera það sem við gerum og hvað í bakpokanum. Er farangurinn stærri heldur en ég og ætla svolítið bara svona að opna á þetta verandið. Og ég lærði margt hjá 2011 og þá heyrði ég þetta orð verandið. Og þaðan kemur huglegginu þennan kafla að hjálpa okkur að sjá það sem er og það tilgangurinn með þessari bók, að sjá betur það sem er og þegar við sjáum betur það sem er, þá getum við brugðist betur við. Við ætlum bara að fleygja okkur í þetta hérna, sagan mín. Þegar lífið mitt leit út fyrir að vera heilt. 25 ára. Þegar ég var 25 ára leit lífið mitt út eins og draumur sem hafði ræst of snemma. Ég átti heilbrigða dóttur, konu sem elskaði mig og íbúð sem var glæný með lykt af nýrri ástíð. Allt leit út fyrir að vera fullkomið. En innra með mér var kuldi sem ég kunni ekki að nefna. Kona mín sá það sem ég faldi og hún bað mig að leita sér hjálpar. Ég fór ekki af hugrekki heldur skyldurækni. Ég sagði honum frá myrkrinu sem fylgdi mér eins og skuggi. Heimilislæknirinn sem var náinn fjölskylduvinur hlustaði, hallaði sér aftur og sagði: í þessari fjölskyldu bítum við á jaxlinn. Ég kinkaði kolli og fann kjálkan herpa saman. 28 ára, 3 árum síðan gekk ég út úr lífi sem margir höfðu kallað fullkomið. Ekki af því ég vildi fara, heldur út af því ég gat ekki borið mig lengur sjálfan inn í því. Ég man ekki dagsetninguna, bara þyngdina í brjóstinu þegar hurðin lokaðist. Orðskvinni 27:8, eins og fugl sem floginn á hreiðri sínu, svo maður sem flýr heimili sitt. Ég sagði mér að ég var að halda áfram, en ég var á flótta. Í 10 ár tugði ég á jaxlinum þangað til ekkert var eftir nema spennan. 35 ára, ég sat á aðfund og hlustaði og eitthvað innra með mér hreyfðist. Ekki með sprengingu, heldur með tilfærslu. Líðan mín var ekki eðli, hún var veður. Í fyrsta sinn sat ég kyrr og reyndi ekki að stjórna straumnum. Geðlæknirinn skrifaði upp á líþíum. Lífið varð ekki lengur hringiði að það var landslag. 49 ára. Á námskeiði heyrði ég konu lýsa manninu sínum. Hann stundum svolítið utan við sig. Hann með ADHD. Eitthvað small. Hún var ekki að tala mig, en hún var að lýsa mér. Eins og púsl sem hafði legið á borðinu árum saman fengi loksins sína réttu mynd. 52 ára, greiningin kom ekki með hvelli, heldur með kyrrð. Lyfin breyttu mér ekki, þau afhjúpuðu mig. Ég hafði lengi gengið út frá því að eitthvað innra með mér þyrfti að halda saman. Að ég þyrfti að herða mig. En líkaminn vissi betur, hann vann í hljóði, hélt mér gangandi þegar ég hélt að ég stjórnaði. Í fyrsta sinn þurfti ég ekki að vera á verði allan daginn. Og þá sá ég það. Ég hafði leitað að sjálfum mér á stöðum sem ég bjó ekki. Eins og maður sem leitar útgangs í völundarhúsi sem hann hefur aldrei stoppað til að skoða. Ég var hér allan tíman, ég var bara ekki mættur. Og svo við rennum aðeins yfir þessa sögu að ég var alveg rosalega hræddur þegar ég var ungur maður og óttinn var stærsta líffæri mitt og ég var svo rosalega hræddur að fólk myndi bara nappa mig, bara þú ert ekkert nógu góður. Þannig að ég var svo upptekinn af því að koma fram eins og ég hélt að fólk vildi að ég kæmi fram. Þannig að ég kynnist þarna dásamlegri konu 22 ára gamall og þetta sennilega besta kona sem ég kynnst. Og ég mjög sorgmæddur yfir þessu. En farangurinn sem ég var að burðast með, hann var svo miklu stærri heldur en ég, þannig að ég þorði aldrei að sýna henni hver ég var.
Ég var alltaf að sýna henni útgáfuna af því sem ég hélt að hún vildi sjá, sem alltaf kolrangt. Og ég fer þarna til heimilislæknisins sem góður fjölskylduvinur og afi minn hafði skrifað upp á námslánin hans og ég var búinn að hitta hann frá því ég var 10 ára gamall. Og í 15 ár þá var þetta sér rosi flotti kall sem að ég bar svo mikla virðingu fyrir. Og hann segir þetta bara bít á jaxlinn, ekki vera svona mikill aumingi. En á þessum tíma þá var ég búinn að vera mjög manískur. Mér leið rosa vel, rosa illa, rosa vel, rosa illa. Og það er svolítið merkilegt að ég hafi ekki leitað eftir einhverju öðru áliti, sem alltaf mjög sorglegt. Og svo man ég ennþá þegar ég var 28 ára og fer frá þessum dásamlegu konum, dóttur minni og barnsmóður minni. Ég man ég sat á gólfinu og ég grét og ég hugsaði bara, ég get ekki verið hérna, en það ekkert smá vitlaust að fara. Og þegar ég hugsaði tilbaka, eiga 3 ára gamla dóttur og halda það að lífið veri betra að vakna einhvers staðar annars staðar en hjá henni, þú veist, það rosalega skakt. Þó að þú farir eitthvað annað, ég fari eitthvað annað og eignast eitthvað annað líf, en bara það að slíta þessi tengsl og brjóta svona heiftarlega á báðum þessum konum, alltaf rosalega sorglegt, en bara þaðan sem ég var að koma, þá átti ég aldrei séns. Og svo hitti ég óttarvinn minn eftir AA-fundin, þetta var svo merkilegt að ég hef alltaf verið að vinna í mér. Og lífið krafði mig það að vera forvitin sjálfa mig. Lífið mitt var rosalega erfitt, þú veist, ég ólst upp eins og helmingurinn af þjóðinni í kringum einhvern alkohólisma og mikið ójafnvægi, en ég var svo viðkvæmur. Þannig að lífið svona bara skipaði mér, bara þú verður að hafa áhuga á sjálfum þér, þú veist, eða þú deyrið. Þannig að ég hef alltaf haft mikinn áhuga á mér og alltaf haldið áfram að vinna eitthvað í mér. Þannig að ég hérna á AA-fundi og uppsker eftir því og fæ þessa vakningu og fer til hans og fæ líþíum og það var rosa mikill munur að hætta að vera svona og vera bara svona. En svo heldur lífið áfram og það alltaf að nóg að taka, að það að vera manneskja ekkert grín. Og svo ég búinn að vera að taka þessar glósur, þú veist, byrja að semja ljóð 12 ára, skrifa glósur í 30 ár og mér langar alltaf svo til að skrifa bók. Og svo reyni ég að komast í ADHD-greiningu og það gengur rosalega illa og finna eitthvað svona leið bakteríamein til að kaupa mér lyf og þá í fyrsta skipti gat ég setið niður og byrjaði að skrifa og þannig gat ég klárað eina bók og svo eftir 2 ár voru konar 3 bækur. Þannig að það rosalega merkilegt að og mér var svo gott sem að Albert Einstein segir, hann talar að það eina sem merkilegt við hann hvað hann forvitin. Og ég var rosalega laus við það að vera forvitin mig. Þú veist, ég var bara að reyna að lifa af, ég var bara í fullu starfi við það. Og það rosalega vont, einhvern veginn að, þú veist, að vera alltaf að reyna að halda sjálfum sér saman.